Komið sæl, þá set ég 192. fund í sveitarstjórn Dalabyggðar sem haldinn á fjarfundi og áður en við göngum til formlegra dagskrár þá legg ég til að fundargerð 33. fundar stjórnar dvalar- og hjúkrunarheimilis Silfurtúns verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður 23 og að eins verði málshöfðun Arnarlóns vegna lauga, mál til kynningar, það verði dagskrárliður 33. Aðrir dagskrárliðir færist til í samræmi við framangreint. Þeir sem geta samþykkt þetta, skrifi hérna inn í spjallið. Það samþykkt samhliða. Þá fyrsta mál á dagskrá, það síðar umræða ársreikning Dalabyggðar 2019. En við tókum fyrir umræðum ársreikninginn á 190. fundi sveitarstjórnar annan apríl síðastliðinn og ég ætla bara að gefa orðið til Haraldar Einarssonar endurskoðanda sem tengdur inn á fundinn undir þessum dagskrárlið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Komið sæl, takk fyrir. Það leggur sem sagt fyrir þá á fundinum fullbúið eintak ársreiknings Dalabyggðar. Nú einu breytingarnar sem hafa orðið á þessu fyrra eintaki sem að tekið var til fyrri umræðu í sveitarstjórn núna fyrir nokkur síðan í raun og veru að það búið að ljúka sem sagt þessari umfjöllun sem að var atburði eftir lok reikningsskiladags og hérna að öðru leyti nú eintakið bara eins og það var lagt fyrir. Og ég veit að þið hafi nú kynnt ykkur eintakið nú þegar og þessar breytingar en það sem sagt bara þannig að þessum óvissu tímum að þá eru öll sveitarfélög búin að svona leggja mat á áhrifin af COVID á reksturs og hækkar á þessum óvissu tímum og í því samhengi þá voru stjórnendur sveitarfélagsins sem að stiltu upp svona sviðsmyndum sem að ég vænti að þess að þið hafið gluggað yfir líka. En það sem sagt þannig að þetta skýring númer 21 og fyrir hlutin óbreyttur frá því sem að var og það kannski þannig að hérna, eftir að stjórnendur hafa svona yfirfarið þetta þá meta það þannig að greiðsla sveitarfélagsins sé ekki skert þrátt fyrir þessar sveiflur mögulega sem eru í sjóðsblæðinu og eins og kemur fram í skýringunni þá getur sveitarfélagið brugðist við þessum skammtímasveiflum með því að ganga þá á tiltækt handbært fé. En eins og við vissum þá voru við með rúmar töluverðar sjóðstöðu í ársbyrjun sem menn geta þá nýtt til þess að mæta þessum skammtímasveiflum. En einnig náttúrulega alltaf sá möguleiki ef að menn sjá að það þyngist enn fyrir fæti í rekstrinum og þá geta menn hreyft til fjárfestingaáætlun. En einnig segir náttúrulega í skýringunni að svona þessar forsendur fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins fyrir árið 2020 eru miklu leyti brostnar, bara eins og í langflestum sveitarfélögum landsins og þar af leiðandi unnið að yfirferð á henni og ég reikna með því að svona í framhaldinu og eftir því sem að úr þessu spilast að þá þurfa menn að taka stöðuna nokkuð reglulega á rekstri sveitarfélagsins og þá meta það út frá sjóðstöðu og framvindu verkefna. Og þetta nú í raun og veru eina viðbótin eða breytingi sem var við fyrra eintak sem höfðu, þannig að það ekki að ræða neinar tölulegar breytingar. Þannig að ef það eru spurningar þá ég bara fórum ágætlega yfir þetta við fyrir umræðum þegar við fórum yfir endurskoðunarskýrsluna, en einnig samhliða þessi búið að gefa þá út endurskoðunarskýrsluna í loka útgáfu og eins og fram kemur í henni að þá sem sagt göngum við þá ef að sveitarstjórn samþykkir og staðfestir ásetningin þá göngum við þessa hefðbundin leið og endanlega útgáfan þá fyrir framan ykkur. Hún fór væntanlega út með fundargögnunum reikna ég með. Í henni umfjöllun þetta sem þá samhljóma þessari umfjöllun ykkar í skýringu ásetningsins og fjallar þessa atburði eftir reikningsskiladag. Ef þá eru spurningar til mín vegna þessa. Kristján hefur beðið orðið. Já, þetta góði fundarmenn. Ég ætlaði kannski að fá aðeins að renna yfir þessar sviðsmyndir, skjalið sem að
er með þær er reyndar undir næsta dagskrárlið, sem sagt COVID áhrifunum og aðgerða, en það ætti kannski alveg seima hér ef það er í lagi. Því að deila hér sko að nú spurning hvaða skjá ég er að deila, hvort ég er að deila, sjáið þið alla glærurnar til hliðar eða Sjáum eina glæru, eða ég sé eina glæru. Það er eina mynd. Ok. Sko það sem að við, eins og Haraldur vísaði til, að þá fórum við yfir þessa hérna stöðu og það náttúrulega mjög mikil óvissa og það liggur alveg fyrir að það þarf að endurskoða fjárhagsáætlunina og það verður að gera allavega eins og lagaumhverfið núna með viðaukum. Það er ekki hægt að taka fjárhagsáætlun upp í heild, heldur sem þarf að samþykkja viðauka. Við erum ennþá, það er rosalega margt óljóst og ég hef líkt þessu við þetta sé eins og fljúga í þoku á þess að hafa radarinn í lagi. Við vitum ekki hver tekjusamdrátturinn verður, það eru ýmsar leiðir til að meta það og svo náttúrulega spurning hver atvinnustigið verður vegna þess að eftir því sem að ef atvinnuleysi eykst og ef það til lengri tíma þá hefur það áhrif á útgjöld eins og til dæmis í félagsmálum. Svo vitum við náttúrulega heldur ekki hvað ríkið mun gera varðandi stuðning við sveitarfélögin og hvernig hann mun skiptast og þess háttar. Þannig að óvissan í þessu mikil. Við höfum hins vegar þessa styrkleika eins og Haraldur nefndi góða lausafjárstöðu, lágt skuldahlutfall og þess ákveðið svigrúm varðandi fjárfestingar og líka þegar við skoðum fyrsta ársfjórðunga þá erum við nokkuð á áætlun eins og hún núna, en hún náttúrulega sérstaklega þar semst útgjaldahliðin en tekjuhliðin náttúrulega fer öll á hvolf. Og það þetta er bara gróft með þessar sviðsmyndir, það eru 3 sviðsmyndir sem við gerum og helstu tölur út af því hafið þarna semst fyrst fjárhagsáætlunina, hvernig hún lítur út. Og síðan það svo hérna 3 myndir, það segir við hagstæðustu spá, miðlungsspá og svartsýnisspá. Og eins og sjáið þá þetta virkar þannig að það eru semst tekjurnar lækka og gjöldin að hækka og við erum að sjá þarna semst rekstrarniðurstöðu frá mínus 43 milljónir sem viðsnúningur upp á 65 milljónir frá spá og í 102 milljónir sem þá viðsnúningur upp á 124 milljónir frá spá, frá áætlun fyrirgefið. Og í fyrstu sviðsmyndinni þá erum við að horfa til þess að það verður ekki að handbært fé frá rekstri en handbært fé í lok árs verði samt 21 milljón. Síðan það semst þessi miðlungsspá þar sem að handbært fé frá rekstri verði semst með samkvæmt henni 15 milljónir í lok árs en það þá miðað við það að fara í viðbótar lántökur umfram áætlun. Og sama með svartsýnisspána, þar líka gert ráð fyrir að það sé fari í viðbótar lántökur. Það líka inn í þessu verið að horfa til hvað hægt að gera varðandi fjárfestingar og við sjáum sem sagt forsendurnar fyrir þessum frávikum. Fyrsta lagi breyting á útsvarstekjum, þar sem að bjartsýnisspáin það ekki 3% og svartsýnis 12%. Þetta byggir á tölum sem að hafa verið unnar af Sambandi sveitarfélaga á Vesturlandi.
greining aftur í tíman og þetta er spönnin sem þar er. Við erum ekki að gera ráð fyrir neitt breyting á fasteignaskattinum í neinum af þessum myndum og við erum að gera ráð fyrir sama samdrætti í tekjum frá jöfnunarsjóð sveitarfélaga í allum þessum myndum sem upp á 15%. Það svona spurning hvort það hefði átt að fara hærra þar í svartsýnisspánni en þetta svona svo þetta lítur út þó svo að jöfnunarsjóðurinn hafi reyndar hingað til þeir tala um 12,5% í mínus núna en það alltaf líkur á því að það mun aukast. Síðan það semst að fjárfestingarhreyfingarinnar í fyrstu sviðsmynd að gert ráð fyrir því að lækka fjárfestingar 8% og það eigum við alveg að geta án þess að það raski semst verkefnum í sveitarfélaginu. Þetta bara spurningin að til dæmis eins og í kringum útboð á Sorpinu taka ákveðna hluti sem í fjárfestingum inn í það útboð og þá dreifist það yfir fleiri ára þessar. 8 milljónir, ekki 8%. Fyrir ekki 8 milljónir, takk. Ég þetta flottin, hvað nú prósentunum hana og yfir í, og síðan sem sagt 13 milljónir og 16 milljónir í sem sagt þá minni fjárfestingar. Síðan sem sagt að þessar 3 forsendur varandi samdrátt í tekjum og það nú þannig að í samstæðinni og vel að merkja að þarna erum við með A og B hluta saman í samstæðinni Silfurtún vegur lang þyngst í tekjunum semst öðrum tekjum þannig að ef við gerum ráð fyrir því að þær sveiflur verði litlar þá getum við kannski verið þarna með mjög lítið en svo vitum við ekki þannig við förum upp í 6% þarna í þessum forsendum og svo varðandi lántökuna þá semst 15 milljónir króna það semst bara óbreytt frá fjárhagsáætlun og það í fyrstu sviðsmynd síðan 20 milljónir til viðbótar semst 35 milljónir samtals í sviðsmynd 2 og 55 í sviðsmynd 3. En þetta náttúrulega allt saman bara einhverja forsendur sem að verið að gefa sér, að þetta verið að reyna að nálgast eftir bestu upplýsingum og auðvitað nálgast þetta líka út frá því sem að önnur sveitarfélög að gera. Þannig að og svona þeim var vel að takmörkuð upplýsingum sem við höfum útsvarstekjurnar og hvaðan þær koma. En allavega miða við þessar sviðsmyndir og sérstaklega náttúrulega ef að vel gengur þá eigum við alveg að vera á þannig sé á þokkalegu róli miðað við allt og allt. Þannig að það það svona þetta sem ég vildi deila með ykkur. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs eða merkis. Við göngum bara til atkvæða ásetning Dalabyggðar seinni umræðu. Þeir sem eru samþykkir gögnunum eins og liggja fyrir ásetningnum skrifi spjallið. Hann samþykktur með öllum greiddum atkvæðum og vil ég bara þakka Haraldi Reynissyni fyrir þátttöku í fundinum. Kannski ef ég má koma einu bara rétt áður en missum Harald af. Haraldur, bókunin í fundargerðinni, hún yrði þá bara áritunin í reikningunum. Það ekki fullnægjandi? Jú, bara eins og þið praktísjöruð það einnig í fyrra bara með lykiltölunum og eins og hann liggur fyrir hann samþykktur við síðan mikið rétt. Takk. Herðu, ég þakka fyrir mig og gangi ykkur vel. Þá næsta mál á dagskrá, það viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs COVID. En
það hefur náttúrulega viðbragðsteymi Dalabyggðar hefur fundað reglulega og það var eins fjallað málið í atvinnumálanefnd á fundi 5. maí og í menningarmálanefnd 7. maí. Einhverju sem vilja taka til máls varðandi þetta mál? Pálmi? Nei. Nei, Kristján, fyrirgefðu. Ég var hérna einni línu of neðarlega í spjallinu. Já, þetta góður fundamenn, ég vildi bara svona rétt bara hnykkja á þessu sem er það sem að, já, eins og þú nefndir hérna, þá auðvitað tala viðbragðsteymið hittist og núna undanfarið hefur það verið 2 í viku áður meðan að svona mesta COVID stóð yfir að þá var þetta á hverjum degi sem sagt virkadaga. En það sem er framundan núna er auðvitað fyrst og fremst bara þessi hvernig lögum við okkur að þessari opnun sem er að verða núna smá saman og hvað náum við að gera í kringum 17. júní og síðan hérna hátíðina fyrstu helgina í júlí. En það eru ég veit að sveitarfélögin í kringum okkur eru vel flest að horfa til þess að 17. júní verði mjög lítið jafnvel eingöngu á webnum, en það er eitthvað sem að menningarmálanefnd væntanlega tekur afstöðu til þegar nær dregur og þegar við vitum líka bara betur hvaða reglu umhverfi við verðum í þá. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Svo sem ekkert til afgreiðslu, þetta er bara svona mál til kynningar meira. Þá förum við í dagskrárlið 3, það er skjalastefna Dalabyggðar. En það liggur hér fyrir í fundadrögunum drög að skjalastefnu Dalabyggðar sem hafa verið tekin fyrir í það byggðaráði. Einhverju sem vilja ræða þessi drög. Kveður sér engin ljós, þá bara hér tillaga að samþykkja þessi drög að skjalastefnu Dalabyggðar, þeir sem eru samþykkir henni. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárlið 4, það er erindi vegna fasteignagjalda á ferðaþjónustuhúsnæði, en á fundi byggðarráðs 7. maí lá fyrir erindi frá 3 ferðaþjónustuaðilum þar sem lagt var til að fasteignagjöld á ferðaþjónustuhúsnæði verði endurskoðuð. Byggðarráð þakkaði fyrir erindið og hefur skilning á þeim aðstæðum sem liggja baki þess. Byggðarráð vísar erindið til umfjöllunar í sveitarstjórn en leggur til að erindinu verði frestað þar sem lagaheimildir sveitarfélaga til álagningar fasteignaskatts eru fyrir hvert ár og lagaleg tormerki varðandi það að breyta álagningarhlutfall á miðju ári. Tenging við fasteignaframlag úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga hefur þó verið felld niður vegna árunum 2020 og 2021. Byggðarráð bendir á ákvörðun sveitarstjórnar frestun eindaga fasteignagjalda sem fyrstu viðbrögð og hvetur ferðaþjónustuaðila til að nýta sér hana á meðan myndin er að skýrast. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Einar, gjörðu svo vel. Takk fyrir, oddviti ágætu fundamenn. Eins og ég skil nú erindi þá held ég reyndar að þetta sé ekki erindi bara frá þessum 3 aðilum. Ég skildi nú þannig að þetta sé fyrir hönd ferðaþjóna í Dalabyggð, en það kannski er aukaatriði. Ég skil alveg þetta að það sé ekki lagaheimild í þessu og Sambandsríki íslenskra sveitarfélaga er búin að senda, við erum búin að fá svona álit frá þeim og ég held kannski
að sé svo sem alveg rétt að hvetja ferðaþjóna að nýta sér þessa fresti sem þeim standa til boða og sjá hvað mun koma síðan frá ríkinu. En það er kannski allt í lagi að velta því upp að sveitarfélög er náttúrulega það er mjög misjafnt hvernig sveitarfélög geta tekið á svona. Þetta er misstór pakki og það er ekki þetta er ekki eins stór pakki fyrir okkur eins og kannski einhver sveitarfélög á Suðurlandi og svo framvegis. En það er þá kannski ágætt að við séum undir að búin seinna á árinu þegar fleiri aðgerðapakkar koma ef að ástandið verður ennþá svona slæmt að við þurfum þá kannski að velta því upp að veita einhvers konar afslátt til þessara aðila. Einfaldlega bara svo að þeir fari ekki jafnvel í það að breyta skráningum á þessum fasteignum og menn séu síðan ekki í startholunum þegar þetta byrji aftur. Ég er ekki búinn að setja mig inn í hvort að slíkt sé heimilt eða eitthvað en það er án efa hægt að nota eitthvað sambærilegt eins og við höfum notað varðandi bara vegna þessar fordæmalausra aðstæðna og að einhver svona afgreiðsla setja ekki fordæmi, við kannski varum tilbúin í eitthvað svoleiðis. Þar að leiðandi ef að aðgerðir frá ríkinu einfaldlega duga ekki til. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Kristján? Já, oddviti, góða fundarmenn, ég sjálfur sér varðandi það að veita afslátt að þá einmitt ég veit að sveitarfélög eru að skoða þetta og þessi mál sem sagt varðandi fasteignaskattin eru til skoðunar víða og ég held að einmitt að eins og hér var vísa til að menn eru með þessum frestunum að búa til svona ákveðið tímabundi skjól meðan að hlutirnir eru að stýrast. En ég lét taka saman fyrir mig sem sagt ef að sem sagt og það náttúrulega fer eftir allt eru þetta útfærslur en bara til að gefa mynd að ef við tökum sem sagt staðir sem eru með sem sagt rekstrarleyfi að þá eru heildar fasteignaskattar af þeim 8,1 milljón og ef að það væri þannig að þetta af þessu húsnæði væru eingöngu greitt sem sagt 0,5% sem er það sem er greitt af til dæmis íbúðarhúsnæði þá er mismunurinn upp á 5,4 milljónir. En það eru í þessu eru reyndar nokkru stórir stærri aðilar þannig að þetta dreifist mjög misjafnt. Þetta er svona eins og þetta lítur út núna bara kannski eitt það sem ég veit að menn er að ræða það sem er að skoða alls konar mála þá er verið að ræða til dæmis hverjar eiga viðmiðanir að vera verður eitthvað sem sagt þarf tekjufall að hafa náð einhver ákveðnu til þess að mögulega kæmi til og þess aftar en eins og sé ég held að við séum ekki kannski alveg ég held að segja að þetta bíða og sjá til og reyna að búa til þetta svigrúm þannig og halda því mögulega þarf sveitarstjórn held ég seinna í sumar að skoða það hvort að ég bæta við fleiri sem sagt seinka fleiri greiðslum ef að hlutirnir verða ekki farnir að skýrast. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Pálmi? Út á mute.
Heyrist í þér? Nei. En núna, ekki getur svona? Jú, núna heyrist í þér. Já, mér langar bara að spyrja Kristján aðeins út í þessa tölu sem hann að gefa upp með skal ég segja ykkur, mismuninn, eru Laugar inn í þessari tölu? Já, Laugar inn í þessu tölum, þannig að eins og ég nefndi það eru þarna dreifingin mjög sem það eru nokkur stórir stærra upphæðir þarna inn í þessu, já. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ég legg hér aðeins smá orði belg, þá bara held ég að sé nauðsynlegt að fylgjast með þeim aðgerðapökkum sem koma og bregðast við þegar þar að kemur með viðaukum. Mér sýnist einhvern veginn sem svo að kannski verði viðaukar fyrir daglegt brauð á hverjum sveitarstjórnarfundi út árið ef ekki fæst lagaheimildi breytingar að taka upp fjárhagsáætlun. Þannig að þá verður þetta svolítið bara frá mánuði til mánaðar að bregðast við stöðun á hverjum tíma. En ef það ekki fleiri sem að hafa beðið orðið þá í raun og veru ekki til afgreiðslu og við getum farið í næsta dagskrárlið sem er mál númer 5, það er Hróðnýjarstaði, breyting á aðalskipulagi vegna vindlundar og þetta kemur frá umhverfis- og skipulagsnefnd og nefndin sem sagt felur skipulagsfulltrúa útfæra fyrirkomulag vegna kynningafundar vegna aðalskipulagsbreytinga og tillagan sem að liggur hér fyrir er bara að staðfesta það að þessi kynningafundur fari fram. Einhverjum vilja ræða þetta mál? Það kveður sér engin ljós þess sem að eru samþykkir afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst dagskrárliður númer 6, það er Sólheimar, breyting á aðalskipulagi vegna vindlundar. Þetta er raun samskonar mál og dagskrárliðurinn á undan. Það þarf að halda kynningafund vegna aðalskipulagsbreytingar. Og einhverjum sem vilja ræða þetta mál? Það kveður sér engin ljós þess sem að eru samþykkir afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar varðandi þetta mál gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður númer 7, það er Gildubrekkur í Hörðudal, það er deiluskipulag. Þetta er mál frá umhverfis- og skipulagsnefnd sem að er búin að eiga sér nokkuð langan aðdraganda og ég ætla að biðja Kristján sveitarstjóra að rekja málið í stuttu máli. Já, þið góði fundamenn, það getur kannski orðið snúið að gera í stuttu máli en ég skal reyna. Þetta er mál sem að þetta er orðið alveg 20 ára gamalt, það er sem sagt aðalskipulag er samþykkt í sveitarstjórn og auglýst fyrir ári síðan, frá 8. mars til 20. apríl 2018, til 2 árum síðan. Og það skipulag, aðalskipulagið er síðan samþykkt í sveitarstjórn í september 2018. Þá kemur í ljós að ég veit ekki af hverju, en það hefði láðst að fá sem sagt lausn úr landbúnaðarnotkun fyrir þetta land og sú lausn kom ekki fyrir sumarið 2019 og þannig að þá var aðalskipulagið sem sagt
samþykkt hjá Skipulagsstofnun, en þeir auglýstu ekki að því að það vantaði auka pappírseintak undir þetta. Og það var sem sagt klárað núna í byrjun þessa árs og aðalskipulagið sem sagt staðfest, og það ekki búið að auglýsa það reyndar, en það búið að staðfesta Skipulagsstofnun. Það var síðan farið í framhald af því og raunverulega samhliða að vinna við aðalskipulag. Það var unnið deiliskipulag sem var auglýst í júlí 2018 og svo fresturinn, auglýsingafrestur eða umsóknarfrestur framlengdur til september 2018. Og það komu ýmsar athugasemdir við þetta deiliskipulag, en þá verður ákveðið stopp í þessu. Það sem sagt, það var ekki brugðist við þessum breytingum og meðal annars út af því sem að þið þekkið þetta öll að við vorum í ákveðnum að úthýsa byggingamálum og skipulagsmálum á tímabili og þess aftur, þannig þetta svona einfaldlega athugasemdirnar fóru til hliðar og síðan þegar við farið að vinna í þess athugasemdum þá var ársfresturinn til þess að staðfesta skipulagið runnin út, og það var að auglýsa deiliskipulagið aftur og deiliskipulagið var auglýst núna í mars og fram í apríl og núna það sem sagt til afgreiðslu vonandi að það sé hægt að klára þetta. En það hins vegar frá því að gögnin fóru út, fundargögnin, að þá hefur farið fram samtal og þetta hefur verið samráð við Skipulagsstofnun til þess að tryggja nú að þetta verður nú örugglega í lagi. Og þá kemur í ljós að það er ósamræmi á milli deiluskipulagsins eins og það var tekið fyrir í nefndinni og aðalskipulagsins. Og það sem sagt búið að ráða bót á því og það sem sagt komið skjal, nýtt skjal í fundargögn þar sem nýr uppdráttur. Það sem sagt búið það þurfti að minnka byggingamagn á lóðunum til þess að þetta rúmaðist innan aðalskipulagsins. Það sem sagt búið að gera þá breytingu, sú breyting liggur núna fyrir og en það þýðir að það þarf að gera sér bókun, það er sem ekki hægt að samþykkja bókun umhverfis- og skipulagsnefndar beint og það sem sagt tillaga að bókun ef ég má lesa hana með leyfi oddvita. Deiliskipulagið hefur farið í gegnum lögbundið auglýsingaferli og gerðar hafa verið lagfæringar á gögnum til að koma til móts við athugasemdir og ábendingar hagsmunaaðila og stofnana. Sveitarstjórn samþykkir skipulagið með þeim breytingum að skilgreint þjónustusvæði verði ekki stærra en 2 hektarar líkt og aðalskipulag Dalabyggðar gerir ráð fyrir og dregið verði úr byggingamagni á lóð 1 F3 þar sem verið að vísa í uppdráttinn í samræmi við nýtingarhlutfall lóða í frístundabyggð. Það sem þetta er verið að tryggja það til þess að við fáum þetta ekki aftur enn eins og tilbaka að deiliskipulagið sé með þessu að deiliskipulagið sé samþykkt og sé innan aðalskipulagsins, þannig að það vonandi sé núna hægt að klára þetta og setja punktinn aftan við þetta mál. Takk. Ræða þetta mál frekar. Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessu máli gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Ég ætla að biðja Ragnheiði Pálsdóttur var oddvita að taka við stjórn fundarins. Ég ætla að víkja fundi meðan dagskrárliður 8 er tekin til afgreiðslu.
og þið verðið bara að veifa hérna á skjánum, ég fylgist bara með, ég heyri ekkert. Jæja, það þá mál númer 8, var það ekki rétt hjá mér? Jú. Það deiluskipulag í landi Erpsstaða. Sóttur vinnslu nýs deiluskipulags undir frístundabyggð og íbúðarhúsalóð í landi Erpsstaða. Einhver sem vill eitthvað tjá sig það? Ok, það enginn sem vill taka til máls hérna. Þá bara göngum við til atkvæða það. Þeir sem eru samþykkir því að það verði hafin vinnsla á nýju skipulagi undir frístundabyggð og íbúðarhúsalóð í landi Erpsstaða, gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. Eyjólfur, þú mátt koma inn. Þá næsta mál á dagskrá, mál númer 9, það deiluskipulag í landi Þurranes. Þetta kemur frá fundi umhverfis og skipulagsnefndar. Það sem sóttur vinnslu á nýju deiluskipulagi í landi Þurranes fyrir ferðaþjónustu og umhverfis og skipulagsnefnd mælir með verkefninu með fyrirvarum og svæði falla undir flokk 2 í flokkun landbúnaðarlands. Einhverjir vilja ræða þetta mál sérstaklega. Það biður enginn orðið, þess sem eru samþykkir gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá dagskrárliður 10, það deiluskipulag í landi Ytri Hrafnabjarga. Sóttur vinnslu á nýju deiluskipulagi undir frístundabyggð í landi Ytri Hrafnabjarga og umhverfis skipulagsnefnd tekur jákvætt erindið. Einhverjir vilja ræða þetta mál sérstaklega. Það biður enginn orðið, þess sem eru samþykkir því gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá mál númer 11, það hljóðmöðun við Vestfjarðaveg. Þetta líka frá fundi umhverfis skipulagsnefndar. Það sem ráðgert að búa til hljóðmöðun meðfram Vesturlandsvegi í Vesturbraut. Efnið í hana muni koma frá uppgrefti vegna gatnagerðar í Lækjarhvammi, Bakkahvammi og fyrirhuguðu iðnaðarsvæði. Hönnunargögn liggja ekki fyrir og felur nefndin skipulagsfulltrúa að vinna að framgangi málsins. Einhverjir vilja ræða þetta mál. Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk, oddviti og góðu fundamenn. Þessi hljóðmönn samkvæmt því sem að mér hefur skilist, þá hún ekki, sem það þarf ekki deiluskipulag vegna hennar. Menn hafa hins vegar talað að það gæti verið heppilegt að setja hljóðmönn þarna með veginum og ég ætla að deila myndinni hérna inn sem að meðfram Vestfjarðavegi hér þegar þegar inn í þorpið og þetta svæði hér hérna eru skipulagðar lóðir og svona fyrir, mér minnir að sé orðað smáhýs eða minni einbýli og það hefur verið rætt að það sé kannski ekki alveg, þessar lóðir sé kannski ekki endilega álitlegar ef að umferðin hér á veginum og
og ljós lýsa inn glugga á þess aftar sem náttúrulega á að hluta til við það sem búa hér. Þannig að tillagan sem sagt sú að það verði sem sagt farið í að setja upp mön hér og eins og kemur fram í tillögunni að þá hugmyndin að nýta í þetta sem sagt uppgrött úr vegna gatnagerðar og það að líka ákveðin kostur vegna þess að það mun spara verulega kostnað við framkvæmdir því að flutningskostnaður á uppgreftri er dýr þannig að ef hægt að koma honum fyrir og nýta hann í góðum tilgangi hér að þá væri það mjög æskilegt. En það eins og af því að þetta ekki eitthvað sem að fer í deiluskipula, heldur verður væntanlega bara þetta hannað og síðan gefið út framkvæmdaleyfi að þá nauðsynlegt að þetta komi hér fyrir sveitarstjórn og sveitarstjórn geti fjallað þessa hugmynd og annarkvort ef fólki líst vel á hana þá verður haldið áfram að vinna að henni en hins vegar auðvitað skiptir líka máli að stoppa hana af áður en lengra haldið ef þetta eitthvað sem að svona ekki talið vera sniðugt. Takk. Eyjólfur, það heyrist ekki í þér, þú ert á mút. Ég slökkt á mikrofónunum, örstutt. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið, þá liggur bara fyrir sér að staðfesta ákvörðun umhverfisskipulagsnefndar að fela skipulagsfulltrúa að vinna áfram að framgangi málsins. Sem samþykki því, gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næst mál nummer 12, það iðnaðarsvæði við Vesturbraut í Búðardal. Og þetta kemur frá fundi umhverfisskipulagsnefndar, þar sem að nefndin umhverfisskipulagsnefnd leggur til sveitarstjórn að fyrirliggjandi skipulags- og matslýsing verði samþykkt samanber 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og skipulagsfulltrúa verði falið að kynna hana í samræmi við ákvæði skipulagsreglugerðar. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Það biður enginn orðið, þess að geta samþykkt ákvörðun umhverfisskipulagsnefndar, gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 13, það mál frá Alþingi til umsagnar. Það frumvarp til laga samvinnuverkefni vegna vegaframkvæmda og frumvarp til laga breytingar á lögum uppbyggingu og rekstur fráveitna með síðari breytingum. Hverju vilja ræða þetta sérstaklega? Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk. Góði fundamenn. Ég sjálfsög ég ekki að leggja til að það verði neitt álykta þannig séð þessu mál en ég held eins og að bæði málin skipta okkur máli sem sagt annars vegar varðandi samgönguframkvæmdirnar þá þetta svona í takt við það sem að hefur komið fram í samgönguáætlunum og Dalabyggð hefur sent umsókn að það verði að fara með taka þessar framkvæmdir út úr samgönguáætlun og skapa þannig svigrúm fyrir atriði sem við höfum lagt áherslu á eins og til dæmis Skógarstrandarveginn
Og svo hitt varðandi fráveituna, það líka jákvætt fyrir okkur að fá framlög í fráveituframkvæmdir sem hefur ekki verið núna í rúmlega 10 ár, en það jákvætt að þetta skulle vera að koma inn aftur, en hins vegar svona hef ég ákveðna efasemdir að upphæðirnar sem í þessu, að það skiptir máli, en það auðvitað, við munum væntanlega geta sótt eitthvað þarna í þetta, en ég gerir mér ekki grein fyrir hversu háar upphæðir þær eru. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið, það í raun ekki þá hér til afgreiðslu. Þá næst dagskrárliður 14, það kosningu aðal og varamanna í byggðarráð. Það umræður fyrir það kosningu aðal og varamanna í byggðarráð. Einhverju sem vilja ræða það? Einar, gjörðu svo vel. Takk, oddviti ágætu fundarmenn. Fyrir það sem ekki vita, þá óskaði ég eftir þessu dagskrá og þetta verður bara stutt, allavega ef það verður bara ég sem tala. Ég vildi nú bara velta því upp og bara fyrir alla og íbúa ef þeir eru búin að gleyma því að það kosið að nýju í byggðarráð eftir 1 mánuð á júnífundi sveitarstjórnar eins og reglurnar okkar gera ráð fyrir. Mér langaði raunveru bara að velta þessu upp hvort að planið sé að gera þetta eitthvað öðruvísi en við höfum gert síðustu 2 ár. Hvort það eigi aftur að fara fram leynileg kosning eða hvort að það eigi bara að leggja fram tillögu. Ég hef svo sem verið aðeins hugsa yfir þessu, kannski ekki alveg síðustu mánuði, en ef það einhver alvara í þeim orðum sem að þó nokkrir sveitarstjórnarfulltrúar hafa viðhaft síðastliðin 2 ár, það að það sé í raun og veru engin meiri eða minni hluti við stjórn í Dalabyggð, þá myndi ég halda að núna eftir að kjörtímabilið hálfnað þá komið að þeim tímapunkti að fleiri aðilar, þeir sem eiga sæti í sveitarstjórn, fái tækifæri til að starfa í byggðarráði. Þess vegna að lokum, að því að við erum með leiðtoga sem oddvitin okkar, vil ég hvetja oddvitan til þess að beita sér fyrir því að þeir réttkjörnu sveitarstjórnarfulltrúar sem ekki hafa starfað í byggðarráði en óski eftir því fyrir næsta sveitarstjórnarfund fái til þess brautargengi, því samkvæmt því sem hefur verið viðhaft hér oft á sveitarstjórnarfundum, þá engin meiri eða minni hluti við völd hérna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Ég tek bara áskorun og skal bara fúslega viðurkenna það. Ég hef bara ekkert velt fyrir mér hvernig fyrirkomulag kosningar verður í júní. Það öðru leyti en því að ég sjálfur hafði bara hugsað að þetta bara borin upp til það. Þetta ekki viðhöfð leynileg kosning. En það mánuður þangað til fundurinn verður. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls. Þorkell. Já, komið sæl. Gaman að vera komin að funda aftur í sveitarstjórn. Það var svolítið langt síðan. Ég alveg sammála Einar í þessu. Mér finnst það eðlilegt ef það ekki starfandi meirihluti og minnihluti að þetta verði skipt fólk að hafa það áhuga á að starfa í byggðarráði. Þetta var allavega gert þegar ég var í sveitarstjórn og við skiptum þá og fulltrúa í byggðarráði ef það voru einhverjir sem óskuðu eftir því að fá að starfa þar. Þannig að ég styð það heils hugar að það verði gert. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls. Takk, við sér engin hljóðs, þá förum við bara í dagskrárlið 15 sem endurskoðun húsnæðisáætlunar. Það
Samkvæmt lögum ber að uppfæra húsnæðisáætlun árlega. Drög að uppfærðri áætlun eru með hér í fundagögnum. Þú fara yfir þessa áætlun, Kristján? Já, þetta er góð fundamenn. Ég sjálfur sér ekki, við erum þarna sem verið að uppfæra áætlunar sem hefur verið þar og þetta eru sem sagt þetta eru ákveðnar upplýsingar sem eiga að koma þarna fram. Það er ekki lengur verið að taka umfjöllunina eins og það var í síðustu áætlunum að sveitarfélagið ætlaði sér að sækja í tilraunaverkefni og þess háttar. Heldur er þetta svona kortlagning á íbúafjölda, á því hvernig húsnæðið og þess háttar. Húsnæðisáætlun að hluta til líka fyrir yfir stjórnvöld eins og til dæmis Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, félagsmálaráðuneytið, fleiri til þess að hafa svona yfirlit yfir hvernig þessum málum háttað. Það er svona sem þeir kalla eftir þessu. Það sem myndi kannski helst vísa til að það sem kemur fram í lokin, aðgerða áætlun. Það er kannski það sem svona mest stefnumarkandi í þessu. Það er vísa til húsnæðissjálfseignarstofnunar sem búið að stofna og hefur úthlutað nýjum íbúðum til leigu. Og síðan eru þarna 4 punktar að sveitarfélagið sjá til þess að ávallt sé framboð á lóðum til bygginga fyrir mismunandi stærðir íbúða. Skipulag fyrir sveitarfélagið gerir ráð fyrir frekari byggingu íbúða. Að sveitarfélagið gæti að því að upplýsingum lausar lóðir og lausar íbúðir í eigu sveitarfélagsins sé komið á framfæri þar sem íbúðar geta auðveldanlega nálgast þær sem á heimasíðu Dalabyggðar. Að sveitarfélagi samskipti við íbúðum búsetuskilyrði og húsnæðismöguleika að minnsta kosti einu sinni á ári hvort sem er á íbúðafundi, netkönnun eða með öðru sem hentar hverju sinni og að áfram sé unnið að markasetningu Dalabyggðar sem vænlegs kost til búsetu og atvinnuuppbyggingar. Þetta er svona eins og þessi punkta, það er spurning hvort að það sé fleira sem ætti að koma en eins og annað fyrst og fremst þar verið að telja fram upplýsingar skipulag, fjölda íbúða og svo framvegis. Fleiri sem vilja taka til máls? Þeir sem eru samþykkir þessari uppfærðu húsnæðisáætlun, gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá hér næst dagskrárlið 16, það er störf fyrir framhalds- og háskólanema sumarið 2020. En það liggur hér fyrir bréf frá Vinnumálastofnun og minnisblað og niðurstöðu úthlutunar. Einhverju sem vilja ræða það? Kristján? Já, þetta er góði fundamenn. Þetta er erindi sem kom með mjög stuttum fyrirvara. Maður hefur búin að heyra af þessu að þetta staði til og ég var búin að senda fyrirspurnir en hafði ekki fengið neinn svör hvernig fyrirkomulagið þetta vera. Það var búið að biðja svona einhverja óskuldbindandi áætlun og þá hafði ég sendt inn sem sagt einhver mögulega 8 störf og síðan kom sem sagt erindi þar sem voru bara 2 daga til þess að skila inn upplýsingum þannig að ég sendi bara inn 8 störfin. Þetta er auðvitað gróf áætlun og maður var ekki búinn að ræða sjálfsög við alla sem að þetta mögulega hefði getað snert en svona á sömu sviðum er það alveg skýrt að þetta getur rúmast vel innan áætlunar, annars það ekki en ég átti nú sjálfsög ekki heldur vona því að það yrði neinn 8 störf sem að við fengjum en það var niðurstöðin það svo að við fáum þarna 3 störf
í alltaf 2 mánuði hvert og það sem ég hafði hugsað mér að gera var að horfa á þrennt, af því þar, eins og sé, þar klárlega þörf. Það rúmast þetta líka innan verkefna og áætlunar. Það eru þetta starf fyrir Dalaveitur með hníðsetningu og skráningu. Það starfið við Sturlureit og starf í kringum sorpmálin og undirbúa það. Ástæðan fyrir því að ég horfa á þetta líka eins og ég held ég hafi nefnt í minnisblaðinu að það sem oft mjög krefjandi við svona störf að verkstjórnarþátturinn, það tekur oft jafnvel mikinn tíma að halda utan þau og þetta ætti alveg þessi ætti svona kannski að kalla á það minnst og þetta eru alls saman verkefni sem eru aðkallandi hjá okkur. Þó svo að það hef ekki verið innan starfa áætlunar hjá okkur og síðan eru önnur verkefni sem voru þarna listuð upp. Það allan að hluta þeirra ætti að vera mögulegt að fer auðvitað eftir því hvernig umsóknir verða í vinnuskólan, en ef við verðum með umsóknir frá svona fólki í eldri kantinum þar innan þess hóps sem að þar getur sótt að þá eru þarna alveg hlutir sem að við eigum að jafnvel geta látið vinnuskólan koma að, þannig að þetta þrennt horfið til og svo þetta getur það komið til seinna í sumar að það verði komið fleiri störf, ég veit það ekki, en allan að við fengum þessi 3. Takk fyrir þetta, Kristján. Þurfum við að samþykkja eitthvað hérna eða þetta ekki bara til kynningar? Nei, þetta bara til kynningar. Einhverju fleiri sem vilja ræða þetta mál? Það bara jákvætt að við höfum fengið þessi 3 störf að fá þessum störfum útlutað hérna til Dalabyggðar. Fleiri sem vilja taka til máls? Það yður enginn orðið. Skúli dottinn út. Við gera stutt fundarhlé meðan við vitum hvort að Skúli kemst aftur inn á fund. Þá næst dagskrárliður númer 17, það Sturlureitur á Staðarhóli. En það liggur hérna fyrir í draugunum samningur við framkvæmdastjóra ferðamannastaða. Kannski fá bara Kristján sveitarstjóra til að fara yfir þetta mál. Já, takk. Þetta góða fundamenn. Þetta mál sem að getum sagt eins og ég sendi ykkur nú í tölvupósti fyrir allan okkur fór ekki alveg rétta leið. Þannig að Sturlufélagið búið að vera undirbúa þennan minningareit Sturlu sagnarittara á Staðarhóli og það hefur verið unnið bæði mjög góð hönnun og ítarleg áætlun, fjárhagsáætlun þetta verkefni. Og þegar það kom síðan til umræðu að Sturlufélagið að sækja í þetta verkefni þá var það spurning hvort að þetta væri betur að því
að Sturlufélagið myndi sækja um þetta eða Dalabyggð og svona miðað við stöðunni eins og var í upphafi árs að þá hefði það alveg rúmast í til dæmis lausafjárstöðu þessar að Dalabyggð hefði haldið utan um þetta verkefni. Sturlufélagið á fjármagn og telur sig eiga sem geta aflað viðbótar fjármagn til þess að mæta þessu mótframlagi, þannig að það frá Dalabyggð í formi vinnuframlags. Nú síðan náttúrulega hafa aðstæður breyst eins og við öll þekkjum og það væri svolítið snúið að halda utan um þetta verkefni því að sko framlög úr framkvæmdastöð ferðamannastaða eru þannig að það er hægt að fá 40% framlag eða 40% styrknum greitt eftir að helmingum á verkefninu er lokið og síðan er svo uppgjörið þegar öllu er lokið og búið að skila lokaskýrslu. Og þetta hefur verið rætt í byggðaráði og þar var niðurstaðan sú að við myndum fara þá leið að gera samning við Sturlufélagið. Félagið er bara tæki þetta verkefni að sér og sæjum að framkvæma það og sæjum allt utanumhald þetta. En það hefði samt sem ár þýtt að ábyrgðin hefði verið hjá sveitarfélaginu. Það hefur síðan komið upp og það er eitthvað sem ég hef rætt við Sturlufélagið að hvort að Sturlufélagið myndi bara, hvort það verið möguleiki að það fengi þennan styrk staðinn fyrir Dalabyggð og væri þá algjörlega ábyrgt fyrir framkvæmdum og fjármögnun og slíku. Og það hefur verið grennslast fyrir þetta hjá yfirstjórn ferðamála og það virðist vera fyllilega framkvæmanleg leið en Dalabyggð sem sá aðili sem er búin að fá þessu úthlutun þarf þá að óska eftir því að samningurinn verði fluttur yfir til Sturlufélagsins. Og mín tillaga er sú að Dalabyggð gerir þá óski eftir því að samningurinn verði fluttur yfir til Sturlufélagsins. Þar með hefur það ekki neina áhrif á verkefni. Verkefni er áfram verður framkvæmt en hins vegar er þá fjárhagsleg ábyrgð á verkefninu hjá félaginu alveg skýrt en ekki hjá Dalabyggð þó svo að fjárhagslega samkvæmt samningnum sem voru drögin sem var búið að ræða eða hugmyndir af drögum sem var búin að ræða í byggðaráði þá var gert ráð fyrir því að það er alveg skýrt að fjármögnun og þess að það væri hjá Sturlufélaginu en það er miklu einfaldara ef hægt er að koma í þannig fyrir að samningurinn við framkvæmdastjórn ferðamannastaða sé við Sturlufélaginu. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið. Þá er tillaga frá sveitarstjóra. Það er sveitarstjórn samþykkir ósk eftir við framkvæmdastjórn ferðamannastaða að samningurinn styrk færist yfir til Sturlufélagsins. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru næst fundargerðir til staðfestingar. Það er fyrst fundargerð atvinnumálanefndar Dalabyggðar. Fundur frá 5. maí. Hvernig vil að ræða þá fundargerð? Það biður enginn orðið þeir sem geta staðfest fundargerðina. Gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundargerð byggðaráðs Dalabyggðar, fundur frá 7. maí. Það sem voru 15 mál á dagskrá. Einhverjir vilja ræða það. Skúli. Oddviti, góða fundarmenn. Ég langar bara að ræða aðeins eitt mál í fundargerð
Fundargerð byggðarráðs, það er 5. liður, það er breytingar á verslun Samkaupa í Búðardal á kjörbúðinni. Þetta kom svo flatt upp á okkur í byggðarráði, það var svo sem bara ekkert, og heldur ekkert svo sem neitt annað en bara kynning frá forstjóra Samkaupa á samt 3 öðrum aðilum þeir væru að brauta kjörbúðinni í krambúð. Og þar myndi það leiða til þess að vöruverð myndi hækka að meðaltali 7,7%, sem að mér finnst alveg skelfilegt fyrir þetta samfélag, láglauna samfélag, að það sé ekki, að það sé verið að fara í þessa breytinga núna. Þannig að mig langar til að bæta við aðeins þetta sem við bókuðum í byggðarráði, smá tillögu, sem hljóðar svona: Sveitarstjórn Dalabyggðar mótmælir breytingum á verslun í Búðardal, þar sem ljóst er að hún mun hafa í för með sér hækkað vöruverð frá því sem nú er. Með breytingunni er verið að leggja aukna áherslu á að ná til ferðamanna, en það kemur hins vegar niður á íbúum sérstaklega hvað varðar vöruverð. Skorar sveitarstjórn á Samkaup að tryggja að vöruverð hækki ekki. Sú verðstefna sem Samkaup hefur fylgt með kjörbúðinni hefur bæði leitt til þess að frekar er verslað í heimabyggð og eins af fólki frá nágranna byggðarlögunum. Þetta er svona tillaga sem ég vil leggja fyrir sveitarstjórn og vona bara að hún fái umræðu og samþykki. Takk. Takk fyrir, Skúli. Við tökum þessa tillögu eftir. Einar var búinn að biðja um orðið næstur. Takk fyrir, oddviti, ágætu fundarmenn. Ég er alveg sammála því sem Skúli sagði og ég kannski kem betur að því á eftir en það voru þó nokkur mál í þessari fundargerð sem að hafa síðan verið sér dagskrárliðir á fundunum hjá okkur. En ég velti upp, kannski hefðu þetta mál, 5. málið Samkaup og svo grásleppuveiðarnar og svo Arion banka, jafnvel átt að vera bara sér dagskrárliðir á fundunum, en ég er hjartalega sammála Skúla. Þetta gerast ótrúlega hratt hjá forsvarsaðilum Samkaupa að þeir kynna þetta fyrir byggðarráði fyrir viku og mér skilst að krambúðin eigi að opna á morgun með öllum þessum breytingum. Ég segi fyrir mig, ég er nú ekki fullorðinn, en ég er rétt farin að rata á hvar hlutirnir eru í hillunum og nú búið að snúa búðinni á hvolf. En ég hef nú mestar áhyggjur af vöruverðinu þarna. Ég held að var öll þeirra matvöruverslun var farin í og ég held að fólk þurfa að vera bara vel vakandi næstu misseri yfir kvittununum hjá sér og fylgjast með þessu. Og það er sorglegt ef að það sé á stefnu Samkaupa að þeir ætla fyrst og fremst að herja á að taka inn á ferðamönnunum. Ef að það er raunin, þá hefðu þeir að mínum mati alveg geta haft þetta eitthvað tvískipt. Þeir geta rekið þetta eins og einhverja sjoppu þarna frammi með hærra verði eða hærra verð eftir klukkan 6 á daginn. Allavega geta borið þetta undir aðila innan stjórnkerfisins í Dalabyggð áður en þeir fóru svona bratt í þetta. Ég mun styðja þetta sem að Skúli lagði til áðan. Nú annað mál sem ég vildi kannski aðeins fara inn á, það er mál númer 8, það var með grásleppuveiðarnar. Bara þannig að verði aðeins tekið fyrir á fundinum og atvinnumálanefnd og byggðarráð eru náttúrulega búin að senda frá sér bókanir og ég veit að það er búið að fara mikið töluvert vinna í hjá sveitarstjóra í þetta mál. Þetta er gríðarlegt hagsmunamál fyrir Sæfrost og þeirra starfsmenn. Eins og ef þetta fer svona núna þá verður 75% minni vinnsla hjá þeim í sumar og reyndar hefur þetta meiri áhrif í kringum allan Breiðafjörð. Og síðasta málið sem ég langaði að tala það er mál númer 8, það er með hann breytta opnunartíma hjá Arion banka og byggðarráð bókaði þar að þeir harmi þessa ákvörðun og vilji hvetja Arion banka til að endurskoða þessa opnun hjá þeim. Ég vil bara nota tækifæri og taka undir þessa bókanir og þetta er mikil þjónustu skerðing og maður getur ekkert að því gert annað en að hugsa hvað verður næsta skref og ég held að þessi kannski komið svo tímapunktur að Dalabyggð fyrir hönd sinna íbúa einfaldlega
fari að fá það út úr Arion banka hvernig á þetta að vera, hver framtíðar plönin þarna. Það var talað það þegar þessu var breytt og það var minnkuð opnunin þegar það var opnað nýtt, að það sæi ekki fyrir sér neina skerðingu, það því opið alveg sömu dagar og eitthvað svona, og það liðin 2 ár og þá búið að skerða niður 60%. Þannig ég held að við þurfum að vera vakandi yfir og svo kræfast einhverja meiri svara það. Takk fyrir mig. Kristján. Já, þetta góði fundarmenn, mér langaði að varðandi lið 8 grásleppuveiðarnar að bæta inn upplýsingum þar. Ég fór í gærkvöld á fund í Stykkishólmi sem var fundur sem sjávarútvegsráðherra mætti ásamt fulltrúa frá ráðuneytinu og Hafrannsóknastofnun. Þetta var semst fundur með grásleppu veiðimönnum á Breiðafjarðarsvæðinu og þarna semst var gætt vel að fjölda og 2 metra milli fundarmanna þessar og ég svindlaði mér semst þarna inn til að hlusta, því miður held ég að þeir hafa ekki átt, allavega ekki allir heima gert héðan. Og þá tekið sérstaklega fram þegar ég labbaði inn í fundarherbyggi að ég hefði ekki veiðileyfi, en það svona. En allavega á þessum fundi sem var margleiti mjög góður, það var ráðherra alveg skýr í því að það eru engar breytingar í spilunum varðandi grásleppuveiðarnar og það kom fram á þessum fundi líka að það væru líkur á því að veiðarnar yrðu stöðvaðar áður en þessum 15 dögum yrði náð, þar að segja reglugerðin núna svo að frá 20. maí að þá verði heimilt að veiða í innanverðum Breiðafirði í alltaf 15 daga og sem sagt það liggur í orðunum að það getur orðið færri dagar og það kom fram á þessum fundi að ef menn tækju þá áhættu að fresta því að byrja veiðar, þá væru þeir að taka áhættu af því að þá myndir ekki fá neina daga. Því að sjómennirnir þarna töluðu af reynslu að veiðin væri, eða það sé hrognafyllingin í grásleppinu væri ekki best á þessum tíma og menn hefðu gjarnan tengt þetta lengra yfir sumarið og náttúrulega líka betra veður allt það. Ráðherra var ítrekað spurður það hvort að hann vildi og geti gefið upp eitthvað magn sem hann væri að miða við, þar að segja hvenar, ef einhverju tilteknu magni væri náð, að hvenar myndi það stoppa veiðarnar og hann hafnaði því, ítrekað að svara því, sagðist ekki geta gert það á þessum tímapunkti. Og þannig að ástandi vissulega alvarlegt. Það eru líkur á að það verði tiltölulega lítið veiðar. Það líkur á því að þetta verði bara fyrst og fremst eitthvað kapphlaup, bara strax eftir 20. maí. Og þar leiðandi þessi vinna sem hefur dreifst yfir allt sumarið að hún verði semst ekki til staðar. Þú lokið máliðinu. Á Skúli, aftur búin að biðja orðið. Oddviti fundarmenn, kannski bara aðeins varðandi mál 11, Arion banka málið. Það væri kannski held ég gott ef þegar þeir fá senda þessa bókun Byggðarráðs sem við staðfestum vonandi núna að spurja þá bara hreint út hvort að þetta sé að loka ákvörðun þeirra eða ekki. Hvort að séu líkur á því að þeir muni breyta þessu til fyrra horfs opnunartímanum. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls. Kristján. Já, þetta góðum fundarmenn, það rétt að koma fram að
að ég hef búin að senda allar þessar bókanir sem sagt bara eftir fundbiðurás bæði til Arion og út af grásleppunni þá fór það til ráðherra þingmannakjördæmisins og Hafrannsóknastofnunar. Þannig að ég myndi bara senda þessa spurningu núna í framhaldi af umræðum þetta mál og vísa þá til fyrir sendingar sem þeir hafa fengið. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið en þá liggur fyrir allavega bókun varðandi breytingar á kjörbúðinni. Þess sem eru samþykkir henni. Gefum merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þá það staðfesta fundargerðina í heild sinni. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst mál númer 20, það fundargerð menningarmálanefndar Dalabyggðar. Einhverjir vilja ræða þá fundargerð? Það biður enginn orðið, þess sem eru samþykkir fundargerðinni. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 21, það fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Við erum búin að taka allmörg mál fyrir hér áður á fundunum. Einhverjir vilja ræða fundargerðina að öðru leyti? Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 22, það fræðslunefnd Dalabyggðar. Það fundur svo á 8. maí. Einhverjir vilja ræða þá fundargerð? Einar? Ágætu fundarmenn. Bara örstutt. Það var sem sagt á þessum fundi voru bara 2 mál og þar var verið að samþykkja skóladagatal. Mér langaði bara örstutt af því að þetta mál svo sem ég hef verið með puttan í ansi lengi. Það snýr að sem sagt vetrarfríum á skipulaginu hjá Auðaskóla og ég hef verið talsmaður þess að setja inn þessi vetrarfrí og vetrarfrí að hausti hefur núna verið gert í örugglega 5-6 ár og gefist mjög vel og það núna kom tillaga hvort ætti að taka upp vetrarfrí að vori og það var ákveðið að gera það ekki núna en nefndin bókaði að það er skoðað að jafnaði verði ekki miðað við að hafa vetrarfrí eftir áramót ef páskar eru ákveðið snemma. Ég hef svona mikla von að þetta muni nú koma inn einhvern tímann. Það er mjög margir skólar farnir að keyra vetrarfrí á vorin líka. Auðvitað gerir þetta það að þetta dreifir þessum skóladögum á lengri tíma en ég held að þetta sé það sem að koma skal og það hefur gefist vel. Það voru margir svona skeptískir á þetta þegar þetta byrjaði með þetta haustfríið en ég held að það myndi enginn vilja ganga tilbaka með það í dag en bara vekja ákveðna athygli á þessu að þetta er orðið mjög víða svona og það er svona, ég held að við munum smátt og smátt færast í það horf sem við tengjum við Norðurlönd og mörg Evrópulönd að það verði, skólaárinu verði dreift á lengri tíma. Það hefur sýnt sig að þetta gagnast nemendum alveg óbóðslega vel. Þeir koma svona
endurnærðir aftur til starfa. Það var ekki meira frá mér, það var þetta, takk. Fleiri sem vilja ræða fundargerð fræðslunefndar? Þeir sem geta staðfest fundargerðina gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 23, það er fundargerð stjórnar dvalar- og hjúkrunarheimili Silfurtúns. Hversu vilja ræða þá fundargerð? Það biður enginn orðið, þeir sem geta staðfest hana, gefum merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst fundargerð til kynningar. Það er fyrst fundargerð stjórnar Bakkahvam, HSES. Einhver sem vill ræða þær? Svo er það dagskrárliður 25, það er fundargerðir stjórnar Dalaveitna. Einhver sem vilja ræða þær? Það biður enginn orðið. Þá er dagskrárliður 26, það er fundargerð til kynningar frá stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það eru 3 fundir frá 24. apríl, 30. apríl og 8. maí. Einhver sem vill ræða þær? Það biður enginn orðið. Þá er næst dagskrárliður 27, það eru tengivegir í Dalabyggð. Það liggja hér fyrir svör frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og vegagerðinni varðandi samþykkt okkar og fundi 2. apríl um tengivegi í Dalabyggð. Hver vilja ræða það? Biður enginn orðið. Þá er dagskrárliður 28, það er sameining sveitarfélaga, skoðun og valkostargreining. Það eru hér minnisblöð lagðir fram samkvæmt samþykkt 188. fundar. Við áttum nokkra fjarfundi núna í apríl. Kristján, gjörðu svo vel. Áttu til góða funda mig, ég vildi bara svona rétt bæta við, það kemur fram í minnisblaðinu að þessi vinna sem við fengum SSVAF til að vinna varðandi greinargerð og umsókn að við skiluðu draugum 11. maí. Við áttum svo stuttan fund með þeim í gær og fengum aftur núna loka útgáfu sem að ég gerir ráð fyrir að senda til Jöfnunarsjóðs og þetta er skiptist í þrennt. Það er að segja, fyrsta lagi er það vinna starfshópsins, kostnaður við hana, öðru lagi kostnaðurinn við valkostagreiningunum sjálfra og þá mögulega ráningu ráðgjafa. Það er sem stærstu hlutin og svo samráð við íbúa, það segist íbúakönnun, íbúafundir og fleira þess aftar. Og heildarkostnaðurinn sem að við erum að horfa á þarna og erum að sækjum til Jöfnunarsjóðs eru 5 milljónir, rétt tæpar 5 milljónir og semst það það helmingurinn að því er þessi kostnaður sem er ávallega kostnaður fyrir ráðgjafa. Hitt skiptist nokkuð nefn í aft á hina 2 liðina. Ég vil bara upplýsa þetta er í ferlið að koma aðeins lengra heldur en þegar minnisblaðið var gert. Takk fyrir það, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls?
Svo virðist ekki vera, þá næst dagskrárliður 29. Það endurskoðun aðalskipulags Dalabyggðar, en það liggja hér fyrir umsagnir vegna skipulags- og matslýsingar á endurskoðun aðalskipulags og var frestur til að skila umsögn til 15. apríl. Og það bárust 20 umsagnir sem að fylgja hérna með og verða hafðar til hliðsjónar í skipulagsferlinu sem framundan er. Hverju vilja ræða þetta sérstaklega? Svo virðist ekki vera, þá hér dagskrárliður 30, það velferðarstefna Vesturlands sem er lögð fram til kynningar. Hverju vilja ræða hana? Svo virðist ekki vera, svo næst dagskrárliður 31, það nýtt skipurit samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi sem var samþykkt á fundi stjórnar SSVAF 29. apríl síðastliðinn. Hverju vilja ræða það? Svo virðist ekki vera, þá næst dagskrárliður 32, það frestun aðalfundar Lánasjóðs sveitarfélaga. Svo þeim liggur hér fram til kynningar, einhvers vil ræða það. Það biður enginn orðið. Þá næst dagskrárliður 33, það málshöfðun Arnarlóns EHF vegna lauga. En Landsréttur úrskurðaði í gær í kæru Arnarlóns vegna frávísunar Héraðsdóms Vesturlands. Úrskurður Landsréttar var eftirfarandi, hinn kærið úrskurður felldur úr gildi og lagt fyrir Héraðsdóm að taka málið til efnismeðferðar fyrri kröfu sóknaraðila Arnarlóns EHF. Síðari kröfu sóknaraðila skaðabætur án fjárhæðar vísað frá Héraðsdómi. Varnaraðili Dalabyggð greiði sóknaraðila 300.000 krónur í kærumálskostnað. Þetta lagt fram hér til kynningar. Einhverjum vilja ræða það? Það biður enginn orðið, þá dagskrárliður 34, það skýrsla sveitarstjóra. Viltu bæta einhverju við hana, Kristján? Já, takk. Það bara eitt atriði sem að vantar þarna inn að það er XX við dagsetningu, en þetta sem sagt þegar við fórum að hættum að hafa þessi nefnd kom hér fram fyrir að fundinum að funda daglega virkadaga í viðbragðsteyminu og fórum yfir í annarkvort daga. Það fyrsta dagurinn sem að það fyrirkomulega var 27. apríl. Öðru leyti held ég að ekki nema að sé einhverjar spurningar. Það biður enginn orðið, þá er formlegri dagskrá lokið, en ég áður en að við ljúkum upptöku eða lokum fyrir hana og förum að yfirfara fundagerð. Þá ætla ég að leggja hér fyrir tillögu að næsti fundur sveitarstjórnar verði staðfundur. Verði ekki á fjarfundi, verði staðfundur og verði haldinn í Árbliki 5. 11. júní næstkomandi. Einhverjir vilja ræða það? Þau sem eru samþykkir því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá bið ég tæknimann og fundarritar að stoppa útsendingu og gefa okkur svo merki.